Var ekki vinátta milli þín og Björns Inga? Hvað gerðist? Um, ég var vinur Björns Inga og við vorum miklir vinir og ég fékk Björn Inga í Framsóknarflokkinn á sínum tíma og líklega á árinu 2002 og gekk í það með Árna Magnússyni að hann er ráðinn til starfa hjá þingflokki Framsóknarmanna og skrifstofu Framsóknarflokksins og það gekk í sjálfu sér mjög vel. Svona fyrstu 2 mánuðina þá átti hann að sjá um kynningarmál og svoleiðis og það gekk ágætlega. Hann var að plugga inn þingmönnum flokksins eins og hann var ráðinn til. Nú síðan gerðist það að hann var allt í einu sjálfur orðinn aðaltalsmaður flokksins og gekk bæði framar formanni og þingmönnum flokksins. Nú síðan hefur nú svona eitt leitt af öðru og ég er með mörg hnífasett í bakinu eftir þennan mann. Ertu með mörg hnífasett í bakinu eftir þennan mann? Já, og ekki svo eini. Þú meinar að hann hefði stungið þig. Hvaða hnífar eru þetta? Já, við getum sagt, ég veit ekki hvað ég á að vera að rekja þessa sögu Egill, en hún er sorgleg og þetta var einn af mínum bestu vinum og þetta er mjög persónulegt fyrir mig vegna þess að við störfuðum náið saman. Til að mynda síðan áttaði ég mig á því löngu síðar að mér var bent á það að þessi góði vinur minn væri að bæði að breiða út um mig sögur og væri að vinna að því að ég yrði ekki framboðið fyrir Framsóknarflokkinn árið 2003 heldur að hann tæki sætið mitt á eftir Jóni Bjartmarz sem var þvert á það sem að uppstillingarnefnd hafði þá lagt til og gert ráð fyrir og það var gert með þeim hætti að það voru 4 atriði sem komu fram. Þetta er góður drengur, það er að segja ég. Þetta er góður drengur, mikill vinur minn, við engan kjörþokka og svo óbúslega umdeildur. Þetta var sagt við hvern Framsóknarmanninn á fætur öðrum þar til allir fóru að trúa því að Guðjón Ólafur Jónsson væri óbúslega góður drengur, mikill vinur Björns Inga Hrafnssonar en hefði engan kjörþokka og væri svo ofboðslega umdeildur. Og þannig að síðan var nú góður vinur minn og samstarfsmaður til margra ára í Framsóknarflokknum, Sævar Sigurgeirsson, sem var þá formaður uppstillingarnefndar, að hann hringdi í mig og bað mig að hitta sig og þá vissi ég auðvitað hvað til míns friðar heyrði og þá eins og alltaf lét ég hagsmuni flokksins ganga fyrir og vék sæti fyrir Birni Inga Hrafnssyni í Reykjavíkurkjördæmi suður og setti sjálfur í 3. sæti í Reykjavíkurkjördæmi norður. Hins vegar urðu atvik málsins með þeim hætti að 3. og raunar 4. sæti í Reykjavíkurkjördæmi norður urðu síðar þingmannssæti. Það var auðvitað það sem enginn reiknaði með. Síðan hefur þessi saga haldið áfram með þessum hætti og nú síðast fyrir kosningarnar 2007 þar sem að Björn Ingi Hrafnsson hamaðist í uppstillingarnefnd flokksins til þess að koma í veg fyrir það að mér yrði stillt upp á lista í öðru sæti á lista Framsóknarflokksins í Reykjavíkurkjördæmi norður. Og þetta er ekki einu dæmi, ég er ekki eini maðurinn sem hefur lent í þessu. Það má tala við Jóni Bjartmarz, Árna Magnússon, Önnu Kristinsdóttur og nú stendur 5 árum síðar þá stendur þessi maður uppi einn með sviðna jörð allt í kringu sig og þá hlýtur maður auðvitað að spyrja hvort að litli drengurinn með eldspýturnar hefði ekki betur skilið þær eftir heima.